Hæ, ég heiti Ágústa og ég heiti Ástrós. Ég heiti Freyja og við ætlum að kynna fyrir Grandaskóla. Í dag þá er skólinn 30 ára. Og það eru það byrjum 300 nemendur hérna í skólanum. Vil ég koma með ykkur að gönguferð skólan? Komið! Hérna er aðeingangurinn, Það sem kennararnir fara að því. Nú eru 1205 krakkar búin að útskrifast úr skólanum. Og þegar við útskrifumst úr skólanum, þá eru það 1235 krakkar sem hafa útskrifast úr skólanum. Það var margir frægir verið hérna í Grandaskóla. Til dæmis hann Davíð Bjarnason, hann er stjórnandi í Sinfóníuhljómsveitinni. Og Þórunn Antonía tónlistarkona og hann Benedikt í hraðfréttum. Ein af hefðum Grandaskóla er Samsung. Þeir sem eru að fara eru í fyrsta bekk. Hérna er fótboltavöllurinn hjá fyrsta til 5. bekk og hér er bara leikvöllurinn. Eins og við sjáum áðan eru hér rólur og klifurgrind og körfuboltakalfa. Hérna uppi er myndmenntarstofan. Myndmenntarstofan hérna uppi. Hérna er myndmenntarstofan og sundbrekkur í myndmenntarstofan. Og þannig er það. Þetta er verkin sem eru búin að vera unnin hérna í vetur. Þetta er fiskabúrið. Reglulega fara 7. bekkingar að finna dýr fyrir fiskabúrið. Hérna er tónlistarstofan. Komið í námsverið, svo sem krakkar sem þurfa auka hjálp, fá auka hjálp með kennslu. Hérna er Alma 2. Hérna er 7. bekkur og hérna er 4. bekkur. Og þetta hérna fiskabúr, það er eftir 7. bekk úr lestrarátakinu í veður. Og fiskabúrið hjá 4. bekk, það er hérna. Og þetta er svona bókahillan hjá 7. bekk þar sem það er bækur sem þau hafa öll lesið. Og svo er hérna er svona bakkar sem að 7. bekkur hefur gert í smíði. Hérna er neðangrunnsal og þetta er stundum notað sem tónmenntaherbergi líka fyrir 7. bekk. Þetta er píanó. Og svo er svona trommur og bassar og rafmagnsgítarar. Og svo eru bassar og svo eru hátalari og svona græja. Það er engin kennsla í augnablikinu en hérna er smíðastofan. Hérna er heimilisfræðstofan, þar sem krakkarnir fá að elda og baka alls konar góðgæti. Eins og þið sáu þá er heimilisfræðstofan í Grandaskóla rosalega flott og fín en fyrstu árin í Grandaskóla þá var einmitt ekki þessi heimilisfræðstofa. Það var eldað og bakað hérna. Þetta er bókasafnið í Grandaskóla. Það eru 457 gluggar utan á skólanum. Það eru 21 nemendatalva í þessum stofu. Það eru 14 fortölur og stundum má maður fá að lána þar. Þetta er íþróttahúsið og það er líka notað sem matsalur.
annar markvörður. Þetta er gula herbergið. Það var klósett en því var breytt í tónlistarherbyggi. Það er hægt að koma hérna eftir skóla ef maður vill.